þetta er alltaf svo klísja og eitthvað svona, já, ég alltaf teiknandi sem barn. Þú veist, ég alltaf skömmu í skóla að teikna á allar glásubækurnar og allt sem ég komst í. Ég fekk alveg frekar góðan stuðning frá fjölskyldunni að fara í myndlist. Ég fór í alveg svolítið svona öfuga uppreisn kannski eins og aðrir sem enda í myndlist. Nei, ég ætla að fara í háskólann og vera akademíker. Það er mjög erfitt þegar maður er lesblindur og hefur aldrei staðið stafsetningarpróf. Í rauninni byrjaði kannski svona að skoða kannski myndlistamenn sem eru hinsegin og kveikjan ég kannski, þú veist, fyrir verkinu mínu var þessi skór sem Páll Óskar var með á vagninu sínum einu sinni og mér fannst það bara eitthvað svo fallegt form, þú veist, það endaði, þú veist, í þessu svolítið svona abstrakt formi. Vildi ég líka bara svona bæta svona karakterum þar ofan á og líka reyna svona kannski hafa fjölbreytt, þú veist, af því að það er í rauninni ekkert eins og þú sjáir eitthvað hver er hinsegin, þú veist, það er bara, af því þetta er bara fólk. Ég upplifi bara svona rosalega gleði. Ég eiginlega sko er á erfitt með að bara gráta ekki. Sko, það er svo þunn lína á milli bara eins og eitthvað svona myndlistar og svo bara ertu komin, þú veist, bara tilfinningar og hver ertu og manneskjan og þú veist, hvert eru að fara, þú veist, það getur farið svo rosalega fljótt í eitthvað svona dýpra. Mér finnst samt ekki að það þurfi alltaf að vera eitthvað svona magnþrungið og djúpt. Ég held að það er svo hollt fyrir fólk að skapa og gera kannski eitthvað sem er ljótt og mistakast. Ég heiti Helga Páley, ég er myndlistakona og teiknari. Það geta allir orðið listamenn, þú veist, ef þau hafa áhuga.